Ég heiti Freyr og ég er 19 ára. Ég held að svona fyrstu tilfinningarnar komu fram að eitthvað væri ekki eðlilegt, væri í kringum svona 7 til 9 ára aldurinn þegar ég vildi miklu frekar vera í strákafötum, vildi aldrei vera í kjólum og vildi bara gera það sem strákarnir voru að gera. En ég áttaði mig ekki á að ég væri trans fyrir en bara núna fyrr á árinu í febrúar. Einhvern veginn tilfinningarnar og ég gat aldrei útskýrt þær fyrst, sko. Þannig þetta var alltaf bara svona mjög ruglingslegt. Eins og maður sé bara í röngum líkama í rauninni. Ég sagði 2 nánustu vinkonum mínum fyrst frá því að ég væri trans. Ég var mjög stressaður fyrst ég var að segja því ég vissi ekki hvernig þær myndu bregðast við og sérstaklega því þær eru vinkonum mínar og hvort það myndi eitthvað breytast sambandi á milli okkar því ég væri núna orðinn strákur. En síðan manni þegar að kom að ég bara þurfti að skjóta og bara vorum í reiðtúr og alveg þögn á milli okkar og svo segi ég bara já, ég er trans. Hún eitthvað, ok, og það var ekkert meira um það, hún bara, hvað viltu heita? Ég eitthvað, Freyr. Og bara ekkert flóknar en þá, síðan þá hefur þær bara verið mestu stuðningur sem ég get bara nokkuð tímann beðið sko. Mjög þakklátur fyrir þær. Flest allir úr fjölskyldunni tóku vel í það. Þetta er náttúrulega svolítið svona öðruvísi held ég fyrir eldri kynslóðir. Þannig að koma upp mjög margar spurningar og svona af hverju núna eða eitthvað þannig. En það eina sem ég held að transfólk vill er bara að fólk fá síni stuðning, sérstaklega fjölskyldan. En það er svona, ég held ég myndi bara segja að voru mismunandi viðbrögð. Það var mjög stressandi, svona forðast að fara á fjölskylduboð og þannig að maður vill ekki vera að láta að kalla röngu nafni eða röngum fornöfnum. Við viljum upplifa mjög mikinn létti við nafnabreytinguna og bara að vera kallaði Freyr í staðinn fyrir dauðanafnið, það var bara svo mikið frelsi og bara leið miklu betur, bara meira eins og ég sjálfur í rauninni. Já, það kom smá valkvæði við að velja nafn, en ég hafði hjálp vina minna á með svona lista af einhverjum svona 4 helstu nöfnum sem ég vildi heita og þau öll bent á Freyr og svo bara, já, mér finnst þetta passa best við þið af öllum nöfnunum sem ég var búin að velja úr. Nafnið kom þannig til að mér hafði alltaf líka við norræna goðafræði og ég veit ekki, mér fannst bara nafnið Freyr rosalega flott nafn og mér fannst það passa og það bara einhvern veginn klikkaði og síðan voru allir farnir að kalla mig Freyr þannig að það var svona, já ok, mér finnst það bara fínt, bara passa vel. Mig langar að fara í breytingaferli, mig langar að geta byrjað á hormónum og láta fjarlæga brjóstin en ekkert annað er ákveðið þannig séð eftir það er bara þetta þannig helst tvennt sem ég vil fara í. Já, ég er sem sagt á þeim staði í ferlinu að ég er ennþá að hitta geðlækni og sálfræðing hjá transteyminu á Landspítalanum þar sem maður þarf að klára svona 6 mánaða ferli áður en að þú byrjar á einhverjum hormónum eða mátt fara í aðgerðir eða eitthvað þannig og svo verða þau að samþykkja ferli þannig ég er bara ennþá í því. Mér finnst ég upplifa mjög mikið frelsi á að vera loksins ég sjálfur en þetta er samt rosalega erfitt af því meðvitunin að vakna á til dæmis hverjum degi og vitandi að ég er ennþá í kvenmanns líkama og ég mun alltaf vera í kvenmanns líkama. Það er alveg smá erfitt en mér langar samt að halda áfram í gegnum ferlið og vona að komast eins langt og ég get eða svona á minn áfangastað einhvern veginn, ég veit ekki hvernig útskýra það. Ég sem sagt áttaði mig á því að ég væri trans þegar ég fór meira að rannsaka þetta á netinu og fann mjög marga youtubera sem eru transkallmenn og eru með mjög jákvæð vídeó sem að lýstu öllum þessum tilfinningum og hvernig þær eru eðlilegar og þá einhvern veginn smelti sér allt saman og ég bara, já, þetta er ég, þetta er hvernig mér líður og ég fór í viðtöl sem sagt hjá samtökunum 78 og þau hjálpuðu mér mjög mikið bara að komast að því hver ég er. Ég veit ekki hvað ég sé mig eftir 10 ár. Mér langar að geta hjálpað börnum sem að, er eins og ég. Ég vann í Varmárskóla á bókasafninu þar og ég kynntist nokkrum börnum sem voru trans og mér finnst mjög mikilvægt að það sé, kennt að þetta eru eðlilegar tilfinningar og þau eru alveg jafn mikils virði og allir aðrir þótt þeir séu trans. Ég vona að þetta viðtal skilji eftir sig að þeir sem eru ekki trans geti horft á það og kannski skilji meira hvað við erum að fara í gegnum og líka þeir sem kannski eru með svipaðar tilfinningar geti leitað sér ráðgjöf til dæmis hjá samtökunum 78, fengi ráðgjöf hvernig þessar tilfinningar eru og þær eru bara mjög eðlilegar
og kannski meira þess að hugrekki til þess að koma út sem trans eða eitthvað annað.